Mjög góðan dag öll saman og við viljum óska okkur sjálfum til hamingju fyrir þennan blessun sem að Guð hefur gefið okkur. Þetta stórkostleg hlutur og mig langar einnig að óska til hamingju til þeirra sem að eru að fara að safna saman hér á þessari kirkju. Og þetta var vegna loforðin sem að fyrsta kirkjan sem opnaði í Las Vegas og eftir þeirri opnun sagði heilagur andi að við myndum opna margar kirkjur eftir það og Guð hefur sagt það og það hefur verið svoleiðis og við höfum verið að byggja allir þessi staðir og það mun vera þangað til að Drottinn kemur aftur í skýjunum til að sækja okkur og ég veit að Guð á eftir að leyfa öllum stöðum þessa hluti fyrir hans styrkun, fyrir hans lofun og megi Guð leyfa þessa hluti að gerast og Guð blessi ykkur öll bræður og systur og ég mun koma til ykkar eftir nokkrum mínútum. Guð blessi ykkur öll bræður og systur. Þér sé Guði fyrir þennan stórkostleg blessun. Takk Guð fyrir að vera svona góður og stórkostlegur við okkur. Við elskum þig og við viljum gefa þér dyrðina. Og við viljum einnig óska systur Maríu Lísu til hamingju fyrir þann stuðning sem að Guð hefur gefið henni, fyrir að eiga svona fallegan stað og við ætlum að gefa okkur systur Maríu Lísu klapp fyrir stuðningi sem að Guð hefur gefið henni, fyrir góða hjarta sem að hún á. Við viljum einnig gefa viðurkenningu til César Eduardo Moreno fyrir hjartað hans og fyrir stuðningi sem hann fær frá Guði. Guð blessi þig bróðir. Og hversu ánægjulegt að vera með ykkur og hversu stórkostlegt að vera með ykkur. Það ógleymanlegur dagur í dag, dagur sem að verður í okkar hjarta hjá hverjum og einum og takk Guð fyrir þennan forréttindi að leyfa okkur að vera hér í dag á þessum stað. Guð gefur okkur líf og hann gefur okkur heilsu og hann hefur okkur styrk og hann gefur okkur heilsu líka og augun til að sjá þennan fallega stað. Þetta stórkostlegt að sjá þennan stað sem að Guð hefur gefið okkur og blessaður sé nafni Guðs og dyr sé Guð þegar með fá ykkur sæti. Við ætlum að taka móti bræðurum frá Bandaríkjunum og Kanada. Við ætlum að byrja með Michael Nelson og Tiffany Turner sem að koma frá kirkjan í Chicago. Komið þið fram, gefum þeim gott klapp. Og þeir sem sagt eru að þjóna í kirkjan þar í Chicago og þeir eru sem sagt að fara fram með þjónustu á ensku og við ætlum líka að kalla bróðurinn Zach og konan hans til þess að koma hér, bróðurinn Zach sem prestur líka í þjónustu sem gefið fram á ensku og okkur langar líka að biðja bróðurinn Josh sem í kirkjuhóral. Hvernig ertu bróður Josh? Gjör svo vel að koma fram, þið hafið örugglega séð hann á myndböndum í biblíukennslanum og við viljum líka heilsa upp á bræðrunum Crocker sem eru prestarnir í New Jersey. Velkomin, þið þekkið þá líka, þeir eru tvíburar. Komið fram líka og við ætlum einnig að heilsa upp á bróðurinn Ferney Valencia sem presturinn í þjónustu á ensku í Fort Lauderdale og West Palm Beach. Og líka systirinn Alexandra Sanchez sem syngur með systur Maríu Lísu. Og við ætlum líka að taka á móti Edwin Garcia sem kemur frá Calvary í Kanada. Hvar eru þið? Verið velkomin, þið gerir mjög flott þjónustu. Og Zach, bróðurinn Zach ætlar að byrja að tala. Hvar erst þú Zach? Eigið mjög góðan dag, bræður og systur. Sjáu þetta, kemur okkur á óvart. Hann að tala spænsku. Fyrir 5 mánuðum talaði hann ekki spænsku. Takk fyrir og takk til Guðs fyrir þennan tækifæri. Og systir Maríu Lísu, takk fyrir hjarta þitt. Guð blessi þig, systir. Konan mín Vanessa McClare og við erum frá Georgia í Bandaríkjunum, kirkjan í Atlanta. Býður að heilsa ykkur. Og einnig
þjónustan sem fer fram á ensku, þeir vilja líka senda ykkur, biðja heilsa upp á ykkur og trúendur þar elska allt sem kemur frá Guði og það mjög fallegt að sjá hvernig trúendur segja að það ekkert sem kemur í veg fyrir þau að leita að Guði. Þegar við byrjuðum í kirkjan vorum við kærustupar og eftir að hafa verið í kirkjuna í nokkra mánuði ákváðum við að gifta okkur af því við höfðum lært að það betra að það betra að styrkja andlega lífið okkar en Guð talaði við mig í spádóminn og sagði við mig ég vil að þú hættir að hugsa að gifta þig. Þú munt ekki gifta þig þangað til að þú þjónar mig með orðið mitt með að predikera. Það kom mér á óvart þegar mér var gefið þann spádóm að því að ég tók eftir að ég var fyrir framan Guð að því það sem ég var að gera var að koma í kirkju til þess að hlusta á spádóm og til þess að fá að hlusta hvenær Guð ætlaði að gefa mér tækifæri til þess að gifta mig. Bræður og systur, frá þessari stund tók ég ákvörðun að gefa mig fram fyrir Guð og það var besta ákvörðun sem ég hef nokkuð tíma tekið. Frá þessari stund byrjaði Guð að breyta öllu í mínu lífi. Það kom mér á óvart hversu fljótt Guð byrjaði að blessa mig andlega. Hann blessaði mig skírnin, með heilögum anda, með spádóminn og ég byrjaði líka að mæta þjónustum á ensku og Guð gaf mér forréttindin og heiðurinn til þess að þjóna sér með að predika orð sitt sem var hans lofur og Guð sé lof. Og eftir að ég gat predikera setti Guð þann ást í mínu hjarta og í hjarta hennar Vanesu og við byrjum að tala aftur saman og við ákváðum að gifta okkur. Og þetta voru allt hlutir sem að Guð sagði við mig í spádóminn og Guð skipulagði allt svo að við gátum gifta okkur og við viljum bera vitnisburði til þess að gefa Guði dýrðina og heiðurinn sem að hann á skilið. Takk fyrir bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Já, dýr sé Guði. Þetta stórkostlegt dæmi og þetta eitthvað mjög fallegt sem að við höfum að sé víða heiminn. Að þegar bræðurnir og systurnar fara að leita meira á Guði, þeim langar svo að tala spænsku, að læra spænsku til þess að skilja meir og meir og ég vil segja til hamingju, þetta stórkostlegt það sem þú gerðir í dag að tala hér fyrir framan allan og nú kemur bróðurinn Michael sem kemur frá Chicago, hann ætlar að heilsa upp á ykkur og Tiffany. Góðan daginn bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Spænskan mín ekki svo góð, en mér langar að gefa Guði heiðurinn og dýrðina. Mín kona og ég erum frá Chicago, Illinois. Systir mér Elvísa, mér langar að segja frá hjartanu mínu. Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig og fjölskylduna mína. Drottinn hefur gefið mér mjög mörg lofur og ég man í fyrsta skipti þegar ég kom í kirkju
óskin sem að ég hafði í hjarta mínu var að eignast eiginkonu. Og í fyrsta spádómi sagði Guð við mig, ég ætla að blessa þig með fallegu konu og falleg fjölskyldu. Og 2,5 árum seinna sagði Guð að hann myndi koma mér á óvart sem hann gerði. Konan mín talaði við mig í gegnum Facebook. Og Guð sagði við mig að hann var búinn að undirbúa konu fyrir mig, þannig að ég sagði við sjálfa mig, nei, þetta getur ekki verið. En hún var stöðug. Þannig að við töluðum í síma í smá stund og við byrjuðum að tala saman. Og hún sagði mér frá bílslysi sem að hún lendi í. Hún flaug yfir brú, 15 metra yfir brú og hún lendi á gólfinu. Hún var föst í bílnum og komst ekkert út. En maður kom allt í einu og hjálpaði henni út og hann sagði ekki eitt orð. En það byrjaði að vera nokkuð skýrt fyrir mig að Guð gaf mér þennan loforð og ég sá það í gegnum þennan vitnisburð og ég sá að þetta var Guð að gera sig opinbera fyrir hana jafnvel áður en hún kom í kirkjuna og ég vissi að þessari blessun var fyrir mig sérstaklega eftir að hún bauð sjálfan sig í kirkjuna. Guð sagði mér að vera nákvæm allt sem að ég vildi og allt sem að ég bað Guð gaf hann mér með eiginkonunum minni og þér sé Guði fyrir það. Mér langar að vera vitnisburð til þess að gefa dyrðin og heiðurinn til Guðs. Takk fyrir bræður og systur og við höfum kannski einaðan tíma fyrir allir að taka þátt en við erum mjög ánægð að sjá ykkur taka þátt hér og Guð blessi ykkur öll fyrir að elska hlutina frá Guði jafn mikið og þið gerið. Takk fyrir og Guð blessi ykkur öll. Nú ætlum við að fá bræðurnir sem koma frá Þýskalandi og Austurríki. Bróðirinn Tulio Garcia og hans eiginkona, þau eru sem sagt að sjá kirkjan í Frankfurt og hann líka að fylgjast með öllum kirkjunni í Þýskalandi. Gefum þeim gott lag. Bróðirinn Walker Truffle og hans eiginkona sem eru frá Frankfurt og hafa sinnt hlutina frá Guði mikilli virðingu. Við ætlum að gefa þeim gott lag. Daniel Prado sem kemur einnig frá Frankfurt. Bróðirinn Daniel sem hefur líka gefið allt sem kemur frá Guði mikill virðingu. Og bróðirinn Velkovic sem kemur frá kirkjan í Stuttgart í Þýskalandi. Gefum þeim gott lag. Hann frá Króatíu, hann á heima í Þýskalandi og hann hefur verið til mikill stuðningur í Þýskalandi. Og bróðirinn Camilo Reyes sem var svo sem að var að túlka sem presturinn í Austurríki. Gefum þeim gott lag. Þannig að Daniel að fara að tala núna. Daniel og bróðirinn Camilo að fara að túlka. Bræður og systur, Guð blessi ykkur öll stórkostlega. Ég ætla að halda áfram að spyrja. Hvað sagði Andrés? Systir María Luisa, mér langar að þakka þér fyrir allt, fyrir vinnan þín, fyrir hjarta þitt, fyrir þennan stóra hjarta og fallegt hjarta fyrir Guð. Og mér langar að deila með ykkur breytingarna sem að Guð hefur gert í mínu lífi síðan að hann talaði við mig í fyrsta skipti. Á minni tíð var ég mjög dapur manneskja. Ég var þunglindur. Ég reyndi að fremja sjálfsvíg og ég reyndi það mörgum sinnum. Og einn dagur bað ég til Guðs og ég sagði við Guð: Guð, taktu líf mitt af því það hefur engin virðingu. Pælið í því. En
Síðan að ég kynntist kirkjuna ég mjög glaður. Ég finn fyrir hönd hans Guðs í mínu lífi gleði frá heilögum anda. Ég hef verið mjög hamingjusamur og dyr sé Guði. Og í dag ég mjög glaður að ég get verið hér með ykkur öllum frá öllum heiminum til þess að gefa Guði dyrðina og dyr sé Guði bræður og systur. Takk fyrir Daniel og bróðurinn Walker ef hann getur komið hér fram. Systir María Luisa og kæru bræður sem eru með henni. Ég mjög glaður í þessari veislu, andlegu veislu. Ég mjög glaður að geta deilt tíma með ykkur að þessari andlegu veislu. Ég hef verið í kirkjuna í cirka 15 árum í Frankfurt. Í byrjun átti ég með mikið af vandamálum. Ég kem frá fjölskyldu sem trúir ekki á Guð. Þar sem að Guð ekki til, sem sagt í minni fjölskyldu og ég var alin upp þannig. Í byrjunni efaðist ég allt. Kenningunar. Ég efaðist allt. Fyrir mig Biblían var eins og lögbók, eins og lagabók og eins og löglegar athugasemdir. Og lífið mitt var þangað til með áherslu á efnislegu hlutina. Ég var óglaður í mínu lífi og ég hélt að ég vissi allt. Ég var mjög veikur. Og ég var alltaf með efa sem að kom frá Guði og konan mín bað mig oft að koma með sér í kirkjuna í kenningunum. Og hún túlkaði spádómi fyrir mig sem að Guð sagði við mig. Með mikilli þolinmæði. Og ég reyndi alltaf að rífast við hann á þetta. Og þetta var mjög langt ferli. En ég byrjaði að taka eftir breytingum í mínu lífi og sérstaklega að öll loforðin frá Guði og hans orð rætust í mínu lífi. Og Guð hefur gefið mér þolinmæði og hann hefur gefið mér von og ró og friði og þekkingu. Og Guð hefur læknað mjög mikið af þessum veikindum sem fyrir læknanir var ómögulegt að lækna. Í dag get ég bara sagt ykkur að ég viss í trú Guð með miklum frelsi. Ég hef engar, ég ekki að efast lengur. Ég ekki lengur að efast og ég mjög glaður með mínu lífi, glaður í kirkjuna. Og ég ánægður. Ég ánægður að sjá að á næsta lífi get ég lifað betra líf og verið betri manneskja. Systir María Luisa, mig langar að þakka þér kærlega.
og ég gef Guði dyrðin á heiðri. Dyr sé Guði. Dyr sé Guði. Og hversu fallegt. Ég held að við ætlum að halda áfram með lofsöng 203 sem ber að titli Ég er glaður og við erum það í dag. Við ætlum að syngja með mikilli gleði og hamingja fyrir þennan Guð sem lifir. Dyr sé Guði. Dyr sé okkar Guð og við ætlum að gefa systur var að lýsa okkur gott klapp og fyrir ógæstum líka. Dyr sé Guði. Og við ætlum þá að taka móti fleiri bræðrum. Við ætlum að taka móti þeim frá Sviss og Ítalíu og Spáni sem að hafa komið hér líka og við viljum kalla upp á bróðurinn okkar Mauricio Betancourt og hans kona sem að prestur í
í Genf í Sviss og líka bróðurinn Martin og hans eigin kona sem eru í Bern og líka frá Ítalíu Stefano Molinaro sem getur komið hér fram sem að hjálpa okkur við kirkjuna í Róm og líka systirinn Sonja Valenti sem er að túlka sem að við höfum lært í gegnum systir María Luisa, við höfum lært mikið af hlutum, við höfum breytmarga hluti í okkar líf. Þökk sé það sem að systir María Luisa er að læra, er að kenna fyrir þér, hefur kennt hingað til og mér langar að þakka Guði persónulega að því gegnum systir María Luisa hef ég lært þennan stórkostlega tungumál. Í fyrsta skipti að eiga kirkju sem er svipað þessu og falleg sem hefur breytt lífi mínu. Fyrir cirka 10 árum var ég í bíblukennslu í Lundunum og ég óskaði með öllu mínu hjarta að fá heilögum anda og ég spurði við systir María Luisu, ég spurði systir hvernig get ég gert og hún sagði við mig, lestu Biblíuna. Og ég byrjaði að lesa Biblíuna. Og 3 mánuðum seinna fékk ég heilögum anda, þannig að dyr sé okkar Guð. Og þetta stuðningin sem að Guð gefur systir María Luisu þegar hún kennir okkur eitthvað, Guð uppfyllir, Guð rætir það, Guð blessir og hann gerir kraftaverki. Og ef við erum að fylgja systrin okkar, erum við að nálgast eilífa lífið og þess vegna munum við fara og leita að þér og eldast við þig. Og já, dyr sé Guði og hversu fallegt og ef það ekki eftir einhver, það skiptir einhver, þjóðerni. Í öllum tilvikum er Guð að horfa á hjartan okkar og þessi hjarta sem eru svo falleg fyrir Guð. Takk bræður og systur, Guð blessi ykkur öll, við elskum ykkur. Og nú ætlum við að syngja kór, fallegan kór, 103, það er engin Guð jafn stórkostlegur og þú. Og þetta er falleg kór og við ætlum að blessa og gefa Guði dýrðina með því að syngja þetta, hann er valda mikið. Og stórkostlegur og hver eru ánægð, blessaður sé Guð. No lo hay.
sé Guði, dyr sé okkar Guð. Gloria a Dios porque no lo hay. Qué Dios tan grande, qué Dios tan misericordioso, tan bueno. Dyr sé okkar Guð, því það engin annar eins og hann. Og hversu stórkostlegur Guð, hversu miskunnarfullu, hann góður. Hann gefur okkur allt, allan dyrðin og allan heiðurinn sé fyrir okkar Guð. Því megi fá ykkur sæti, bræður og systur, og nú ætlum við að heilsa upp á bræðurinn sem koma frá Lundunum, Rúmeníu og Svíþjóð. Bróðurinn Álvaro Betancourt sem kemur frá kirkjan í Lundunum, frá Camberwell, og bróðurinn Julián Quiñones og hans kona sem eru prestarnir í Stokkólmi. Bræður, svo að þið komið hérna fram, gefum þeim gott klapp líka, að þau leggja sig fram mjög mikið þar í Svíþjóð. Og bróðurinn okkar Ricardo Castillo, hans eigin kona sem eru prestarnir hérna í tungumáli í Svíþjóð. Við ætlum að taka á móti þeim með mikilli ást. Og systirinn okkar Carmen Dumitrescu, systirinn presturinn í Rúmeníu. Hún frá Rúmeníu sjálf og það okkar ánægja að hafa ykkur öll hér og Guð blessi ykkur öll. Og við ætlum að gefa systir Carmen orði svo hún geti heilsað upp á öllum í kirkjuna. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Góðan daginn, systir María Luisa. Ég finn fyrir mikilli ánægju að geta deilt með ykkur hér þessari stórkostlegu blessun. Mér langar að deila með ykkur fullt af vitnisburðum því það mjög mikið kraftaverkur sem að Guð hefur gert. Og meðal okkar þjóð, mínu þjóð sem í Rúmeníu, þar sem að Guð hefur verið að gera sig opinbera fyrir cirka 5 árum þegar kirkjan byrjaði fyrsta skipti, þjónusturnar í Rúmeníu í Kusnapovka, og daginn í dag erum við fleiri. Ég held að margir af ykkur hafi heyrt það sem að einkennislega frá kirkjan Rúmeníu. Það eru allir innfæddir sem að fara í kirkjan þar. En það sem mikilvægast að allir daginn í dag geta skilið andlega tungumálið sem að systir María Luisa að gefa okkur alltaf í gegnum biblíukennslunum. Mér langar aðeins að segja í stuttum orðum eitt af þessum helstu vitnisburðum sem hann Guð gerði, og mér langar að leggja áherslu á þessari kraftaverk sem að Guð gerir í gegnum systir María Luisa fyrir stuttu síðan. Þið höfum örugglega séð á vefsíðuna, það voru biblíukennslur hljóðið sem sagt skurðgoðadýrkun, biblíukennslunum það. Og í fyrsta skipti þegar ég heyrði þessum biblíukennslunum fann ég fyrir í mínu hjarta, ég þarf að túlka þessum fyrir innfæddir. Að því að margir þeirra koma frá menningu mjög öðruvísi en það sem að við þekkjum, og flestir þar, trúarbröðin þar, eru sem sagt á þessi almennu trúarbröð. Þegar ég byrjaði að túlka, byrjaði að deila biblíukennslunum með bræðurnir þar, og mér langar að deila með ykkur að í gegnum þennan biblíukennslu það var vitnisburður sem að gerðist fyrir nokkrum dögum. Það var manneskja sem kom í kirkja fyrir cirka 2 mánuðum. Kom í kirkjuna með fullt af vandamálum og var með krabbamein líka. Og hún byrjaði að leita að Guði. En hún byrjaði að leita að Guði í sem sagt ekki alveg réttu formi, og það var prestur frá hinni trúarbragð
þann manneskja, þessi prestur frá hinu trúarbrögðum, sagði henni að hún þurfti að fasta í 40 daga og 40 nætur. Og hún, að því hún átti ekki vona á neinu, hún ákvað að samþykkja þessari ráðlegging og hún byrjaði að fasta. Og hvað gerðist eftir þessi 40 daga og 40 nætur? Hvað kom fyrir? Hvað gerðist? Það gerðist ekkert. Og eftir allt þetta, það var kirkja frá okkar kirkju sem að talaði við hana Guð og hvernig hann gerði sig opinbera og andlegu gjafirnar og bauð hana að koma í okkar kirkju. Þessi manneskja samþykkti og kom í fyrsta skipti í kirkjan okkar og þar talaði Guð við sig í gegnum spádóminn og fyrsta sem hann sagði var: hér á þessum stað mun ég lækna þig. Og eins og þið vitið, þetta gerðist. En hvernig gerði það? Hvernig gerðist það? Við viljum öll vita það. Hver var loka staðan á þessu? Mér langar að deila ykkur að þegar við byrjuðum að túlka biblíukennslunum skurðgoðadýrkun, fyrsta og annað, þessi systir hlustaði þennan biblíukennslu og hún spurði alltaf hvað á ég að gera. Ég sagði við hana, hún þurfti að hlusta á kirkjuna, á systirinn og að gera það sem að systirinn kennir. En hún sagði, er það eina sem ég þarf að gera og með þetta mun ég sjá breytingar í mínu lífi. Ég sagði já, trúðu á Guð og mér langar að deila með ykkur, bræður og systur, að hún hlustaði á þennan biblíukennslu, skurðgoðadýrkun og hún sjálf tók ákvörðunum að taka allt saman sem að hún var með heima hjá sér, stytturnar og myndirnar og allt sem að hún var með sem var skurðgoðadýrkun. Og hvað gerðist, bræður og systur? Í síðustu viku þessi manneskja fór í greiningu og hún fékk allt allir það sem kom í greiningarstöðu var að það var allt neikvætt, það var ekkert að henni lengur og ég vil gefa Guði dýrðina. Og þetta er hlut af öllum kraftaverkunum undrunum sem að Guð hefur gert á meðal þessari þjóð. Eru þið búin að þýða lofsöng og kór og allir kórar? Já, við erum búin að þýða kór, allir kórarnir líka og lofsöngin erum við búin að þýða cirka 100 og við erum núna að byrja að syngja með hjálp systurnar. Við erum búin að taka upp í rúmensku. Þannig að það er allt komið yfir á rúmensku. Kenningunar og biblíukenslunar og allt sem við syngjum og það er allt til þess að gefa Guði dýrðina og heiðurinn. Og takk systir til hamingju fyrir að leggja þig fram svona mikið. Systir Carmen hefur verið mjög hugrökk. Þú hefur verið mjög hugrökk. Og þetta er mjög fallegt. Mjög falleg vinna því þið fóruð alltaf frá Frankfurt. Hún bjó í Spán, í Madrid og hún tók ákvörðunni að flytja aftur til Rúmeníu til þess að fara að predika fyrir sitt fólk og hún hefur gert stórkostleg vinnu og það eru mjög falleg vitnisburðir þar. Þannig að Guð haldi áfram að blessa þig, systir. Og systir er stórkostleg predikari. Hún er stórkostleg. Systirinn er stórkostleg prestur. Guð blessi ykkur öll, okkur langar að hlusta ykkur öll, en það er alveg nóg fyrir okkur að hafa ykkur hér því við höfum ekki það mikinn tíma. Við ætlum að syngja líka lofsöng sem er 213, sem er mjög fallegt. Yo
Alabado siempre este Dios que tenemos. ¿No es así, hermanos? Og Alabado dýr sé hoy y okkar por los Guð. siglos de los siglos. Dýr sé okkar Guð. Vamos a presentar a los hermanos que Og við vienen de viljum Asia, gefa del heiðurinn til continente okkar Guð. asiático. Lof sé Saludemos a Guð. nuestros hermanos. Lof Para que sé pasen aquí al frente Guð í nuestro dag hermano og það Carlos eilífu. Við Rivera. ætlum líka að kynna bræðurinn sem kom frá Asju. Við ætlum að helsa upp á bræðurinnum svo þau getur komið hér fram. Bróðurinn Carlos Rivera sem presturinn í kirkjan í Shanghai og í Hong Kong líka, hann að þjóna líka þar. Og einnig bróðir Kazuo Oyama og hans kona Vilma Oyama sem presturinn í Tókíó í Japan. Þið megi koma hér fram. Við skulum gefa þeim gott klapp fyrir þau sem hafa þurft að gera stórkostleg vinnu og hafa gert það mjög vel. Þannig við ætlum núna að hlusta á bróðurinn Kazuo svo hann gæti tala við kirkjan. Góða kvöldi, bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Mér langar að óska ykkur til hamingju fyrir þennan stórkostleg verk sem að heilagur Andri hefur gert í okkar líf. Konan mín frá Honduras og ég frá Japan, en við erum kólumbísk í hjartanu. Dýr sé Guði. Og ég er með kólumbíska móðurinn mín andlega og ég er þín japansku sonur andlega. Dýr sé Guði. Guð sagði við mig í spádómnum að ég ætlaði að vera að vinna og bera vitnisburði. Að ég myndi vera að vinna með konunum minni. Með hjálp Guðs og eiginkonu minnar hefum við túlkað öllum biblíuköflum yfir í japansku. Frá fyrstu spádómnum sem að ég fékk í Mexíkó árið 2004 sagði Guð mér þetta. Hann sagði mér að ég myndi vera predikari á mínu tungumáli í mínu landi og ég predikara núna á japansku. Þannig að dýr sé Guði og hans loforð. Einnig er ég að túlka biblíuskólann yfir í japansku fyrir japanska bræðurina og með hjálp Guðs er allt miklu auðveldara. Dýr sé Guði og þetta það er mjög fallegt að sjá. Hann er sem sagt með doktorsgráðu og sem sagt bróðurinn er sem sagt kennari í háskólan í mannfræði og hann gefur allan sín tíma til Guðs. Þau búa 2 tíma frá Tókíó og þau ferðast alltaf í 2 tíma til þess að geta farið í kirkjuna og Guð sagði við mig að hann myndi gefa mér gjafir og hann myndi hjálpa mér og ég ætla að gefa ykkur dæmi. Með hjálp Guðs er ég búin að skrifa meira en 200 greinar á spænsku, ensku, japansku mannfræði það sem að ég geri og ég vil þakka Guði fyrir það. Þannig að vinir minni spyrja mig af hvernig getur þú gert svona mikið af hlutum? Ég segi þeim ekki en að því við erum hér í okkar fallega Kólumbíu skal ég segja ykkur leyndarmálið mitt. Fyrst bið ég til Guðs að hjálpa mér alltaf og ég geri fyrst
hlutina frá Guði. Og eftir að ég er búin að gera hlutina frá Guði, ger ég persónulega hlutina mína. Og Guð gefur mér styrkinn, hann gefur mér greindina og leyfir mér að einbeita mér. Hann gefur mér frítíma og ég næ að fara í ferðalögum með konunni minni og að fara út af veitingastöðum. Eins og við öll vitum, fjölskyldan mjög mikilvæg, hjónabandið mjög mikilvægt og að eiga góða kona eða góður maður gjöf frá Guði og við þurfum að virða því og stundum þurfum að gefa það eftir, svolítið mikið, já. En Guð sagði að ég væri að fara að taka við beiðnir frá systir María Luisa og ég hef fengið þeim beiðni að túlka lögin kirkjarinnar og ég hef gert það og það eru allir núna að syngja á japansku í Japan. Og dyr sé Guði og ég mjög glaður og ég þakka Guði og ég með mikilli ósk að syngja kóra japansku. Y hermana María Luisa, tal vez me pueda ayudar para cantar en japonés. 174, ég veit að þú ert hér, ég ætla að syngja á japansku og systir María Luisa, ef að þú getur kannski hjálpa mér til þess að tala japansku, til þess að syngja japansku. Og dyr sé Guði, blessaður sé hans nafn. Gloria a Dios. Tengo muchos hermanos colombianos internacionales. Bendito nombre del Señor. Dios lo bendiga grandemente, hermanos. Og dyr sé Guði. Ég á mjög mörg systkini frá Kólumbíu og öllum þjóðernum. Guð blessi ykkur öll bræður og systur. Og þegar við vorum í Evrópu, með öllum prestunum frá Evrópu, bróðurinn okkar var mjög fallegt að sjá og hjartað mitt svo hreint. Og þar var kenningu
sem að systir María Lísa gaf í Connecticut að eiga hrein hjarta. Þú ert með hrein hjarta, bróðir. Þú ert sérstök manneskja. Og haldu áfram að gefast eftir, af því þú munt fá verðlaunin. Guð blessi þig. Og systirinn söng mjög vel. Gefum henni gott klapp. Hún söng mjög fallega. Ok, syngjum nú annað kór 154 og svo tökum við á móti systir María Luisa og skulum biðja líka. Þannig að við skulum núna, bræður og systur, að undirbúa okkur til þess að syngja kór sem ber að titli Sendu mér Guð. Og hverjir segja það við Guð? Sendu mig. Og það er það sem að Jesaja sagði við Guð. Sendu mér að predikera. Og dýr sé Guði. Dýr sé okkar Guð. Dýr sé okkar Guð. Og með að hlusta af öllum bræðrunum frá mismunandi þjóðunum, hverjir voru að syngja þennan kór með að segja við Guð, sendu mér að predikera. Og Guð er stórkostlegur og við ætlum að halda áfram að gefa Guði dýrðin á heiðurinn. Og við viljum að Guð sendi okkur að predikera heiminn og að læra tungumáli við heiminn og að eiga gott hjarta fyrir Guð. Og til þess að halda áfram ætlum við að taka móti systir María Luisa sem að fara að biðja fyrir okkur öll. Hér fyrir kirkjan og fyrir að dýr sé Guði. Takk fyrir. Góðan dag, bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Við erum hér, við erum að gefa þennan tíma til Guðs og við erum að njóta í Guð og við erum glöð og ána fyrir þennan blessun sem að Guð hefur gefið okkur í dag. Í dag og fyrir allan tíma sem að þennan stað á eftir að vera hér fyrir þjónustu og lof Guðs. Við ætlum núna að biðja til Guðs, að biðja og þakka Guði. Við ætlum að þakka Guð og gefa Guði þennan stað. Svo hann verði
eigandi að þessu öllu og hann taki yfir þennan stað sem að hann á, svo að hann geri sig opinbera með sínum anda, með sínum gjöfum og geri kraftaverk og undranir hér í þjónustunum og á þeim tíma sem að bræðurinn og systurinn að koma saman til þess að lofa nafn Guðs. Og við ætlum núna að lofa og þakka Guði fyrir þetta allt. Blessaður Faðir, valdamikill Faðir, Faðir að eilífu, réttlætur, og eins og Sólómon bað og gaf þig þennan musteri fyrir þig að blessa sig og fyrir þig að gera sig opinbera og fyrir þig að hlusta hans bænir og bænir trúendur. Ó Guð, alltaf þegar þeir komu saman sem kirkja og þú, ó Guð, hlustaðir á þeirra bæn og þú gafst þeim lofvörð. Þú gafst Sólómon lofvörð að þú yrðir á þessum stað að eilífu að blessa og að gefa dyrðina og gera þig opinbera og blessa alla þeirra sem að opna hjarta fyrir þig. Þú talaðir við Sólómon þann musteri, þann efnisleg musteri og hann skildi að þú værir að tala það. En þú varst ekki að tala efnislegu musteri, heldur andlega musteri sem þín kirkja, sem þessi kirkja, þessi stórkostlega kirkja sem að 1000 árum seinna Jesú Kristur hefur verið að byggja og hefur verið að rísa að taka upp, svo að loforðin og orðin sem að þú sagðir við Sólómon muni uppfyllast og rætast. Og þess vegna erum við glöð í dag og erum við stolt í dag að tilheyra þessari kirkju, að tilheyra þessum stað, að því eins og þú sagðir það, ó Guð, fyrir cirka 50 árum, þú sagðir og talaðir og þú sagðir í 4 manns að þú myndir vera að rísa að taka upp stór kirkja og söfnuður, ekki bara í Kólumbíu heldur víða heimi, og þú hefur uppfyllt það og þú hefur uppfyllt líka bæninar sem að Sólómon gerði og þú leyfðir honum að blessa og þú gerði þig opinbera í kirkjuna og að þín verkur myndi vera á þessari musteri að eilífu. Og við vitum að það kirkja, við vitum ó Guð að Jesú Kristur, hann byggði þessari kirkju og hann lofaði að vera í kirkjuna að eilífu og það hafa liðið meira en 2000 ár og við erum hér fyrir framan þín í nærveru ó Guð og þú ó Guð sem sá sami sem þú ert í gær, í dag og alltaf að eilífum sem sami Guð ó Guð sem að hreyfa sig á meðal okkar. Þú horfir á mannkynið og þú ert að fylgjast með og þú fylgist með börn, með mannkynið og þín börn. Þú ert hér með okkur og við erum hér í dag fyrir framan þín í nærveru og þakka þér ó Guð fyrir allan undranir sem að þú gerir, fyrir þennan stað sem að þú hefur gert, fyrir okkur að koma saman til þess að lofa þínu nafni, til þess að gefa þér dyrðina. Og þess vegna langar mig að biðja ó Guð að þú gerir þig opinbera hér á þessum stað, að þína dyrð sé opinber hér, að þú gerir undranir og kraftaverk hér á þessum stað og að allir sem að koma að safna saman hér á þessum stað fái valdin frá heilögum anda og fái andlegum gjöfum og verði sem konur og menn með gott hjarta, sem opna hjarta fyrir þig, til þess að lofa þér, til þess að gefa þér dyrðina á heiðurinn, því þú skapaðir okkur til þess. Þú, ó Guð, komst með okkur hér til þess að lofa þig, að lofa þínu nafni og blessaður sé þínu nafni, blessaðu þennan stað ó Guð, blessaðu þau sem að eiga að vera hér á þessum stað saman til þess að gefa þér dyrðina á heiðurinn og að allur þessu staður verði ó Guð, allir staðir sem að þú hefur gefið séu staðirnir sem að munu vera þangað til að þú kemur aftur að leita á okkur, að safna saman kirkjuna þína, ekki leyfa óvininum að koma að stela það sem að þú átt, að stela það sem að þú átt, sem að tilheyrir þig ó Guð, og verð þú ó Guð að blessa alla með blessunum sem að þú ó Guð gefur okkur. Takk ó Guð í nafni Jesú Kristur, þín elskaður son, og dyrð og heiðurinn séu þínu nafni ó Guð. Við viljum þakka þér fyrir miskunnina þína, dyrð og heiður sé okkar Guð.
Þið megið fá ykkur sæti, bræður og systur, og við ætlum að lesa Biblíuna, við ætlum að lesa sálmar. Ég held að við erum ekki að fara að halda upp á spurningum, heldur ég bara að lesa hér sálmar 48 og við ætlum að íhuga í sálmar 48 og eftir það vil ég kannski fá að heyra frá nokkrum vitnisburðum, kannski 6 vitnisburðir frá bræðrunum og aðalega bræðrunar og systurnar sem eru að fara að safna saman hér í þessari kirkju á þessum stað og að hlusta kannski nokkrum vitnisburðum frá þeim. Það væri kannski betra, þannig að við ætlum núna að lesa og að íhuga og svo eftir nokkrum vitnisburði þá munum við ljúka því það hefur liðið nú svolítið langur tími og fólk verður kannski þreytt. Og stendur hér í sálmar 48. Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur í borg vors Guðs á sínu helga fjalli. Yndisleg rís hún, gleði alls landsins, sjónarhæð, yst í norðri, borg hins mikla konungs. Guð hefur í höllum hennar kungjör sig sem vígi og hver er kirkja Guðs? Það er okkar hjarta. Það er okkar hjarta, það er kirkja Guðs og við erum hér saman í musteri sem að Guð hefur gefið okkur til þess að við getum komið saman til þess að lofa sínu nafni og í vers 3 megið þið lesa því sem komið með Biblíu. Þið megið lesa. Yndisleg rís hún, gleði alls landsins, sjónarhæð, yst í norðri, borg hins mikla konungs. Og dyr sé nafn Guðs, hversu falleg lesning. Og hann segir hér að kirkja Guðs er gleði alls landsins, að það sé sjónarhæð, að kirkja Guðs er yst í norðri, borg hins mikla konungs. Að þið viti, af hverju er verið að segja norður? Norður, það er verið að segja norður út af því að skip eru yfirleitt með áttaviti, með kompassinn og áttavitin bendir alltaf norður frá. Þannig að það er alltaf verið að benda á norður sem að leiðin sem að þau vilja fara eða þú veist, áttavitin bendir alltaf á norður. Þess vegna er verið að tala um norður hér í Biblíuna sem er leiðbeiningan, er að leiða okkur að komast norður sem er að halda áfram og fara norður. Ekki suður, ekki til hliðar, það þurftum við að bara aftur á bak. Heldur Kristur er okkar norður og það stendur að kirkja er sjónarhæð, yst í norðri, borg hins mikla konungs. Og Guð sé lof. Og stendur hér, Guð hefur í höllum hennar kungjört sig sem vígi. Hann er okkar skjól, hann er okkar vígi, hann er okkar styrkur, stuðningur, hann verndar okkur, hann er að vernda okkur frá vandamálunum, frá storminum, hann er að vernda okkur frá því að lenda í vandræðum, hann er að vernda okkur frá dögunum með slæmum hlutum, hann er okkar vígi og okkar skjól. Og stendur í vers 4, því megið lesa, vers 5 fyrirgefðu. Því sjá, konungarnir áttu með sér stefnu, héldu fram saman. Óðar en þeir sáu, urðu þeir agndofa, skelfdust, flýðu. Þannig að það fóru allir og sáu borg konungurins og þeir urðu agndofa, skelfdust og flýðu. Þannig að þeim var hissa af því að þau sáu dyr Guðs í hans kirkja. Og þau munu sjá það og þau munu sjá það að því það stendur orð Guðs í Jesaja og það stendur að þjóðirnar og heimurinn eiga eftir að ganga með ljósið kirkjurinnar. Og hvað er það? Það er að fara eftir leiðbeiningar Guðs, að fara eftir okkar fyrirmynd. Og hvað segjum við þegar Guð bjó til Ísraelsliðið? Þegar Guð bjó til Ísraelsliðið hann gaf þeim lög. Hann gaf þeim lög og
gaf þeim allt sem að Guð sagði við Móses, lögin og reglurnar og vitnisburðin, allt sem að Guð sagði þá við hann, það sem að Guð sagði honum að skrifa niður og gefa Ísraelsliðið. Og hvað er það sem að gerðist með hinum þjóðunum? Hinar þjóðurnar byrjuðu að herma eftir þessum lögum, að herma eftir gildismatinn, að herma eftir þessum gildum, og þau sem sagt voru að æfa þessu og voru að gera vilja Guðs, og þessi gildi og þessi boðorð sem að Guð gaf þeim, sem að gaf Ísraelsliðið, þjóðirnar hermdu eftir. Og þannig hefur það verið til dagsins í dag, og við sjáum að allar þjóðir á öllum stöðum, í öllum heimsálfum, eru með lög og reglur, og ef við berum þau saman þá eru það eins eða mjög svipaðar, mjög líkar, og þetta er hermt eftir að Biblíunni, af því sem að Guð sagði við Móses að menn hefðu átt að fara á vegum sem að Guð vildi. Og allar þessar þjóðir, þó að þeir voru með skurðgoðadýrkun og voru frá Guði, hermdu eftir þessum hluti, og það voru heiðin þjóðir, en þau sem sagt hermdu eftir og höfðu þessum gildum, sem var ekki að stela, ekki að drepa, ekki að tala með sannleikana, því samkvæmt þeim, með því myndu þau þóknast guðana sína. Og allir þessir hlutir, frá því sem að Guð segir í Jesaja að heimurinn myndi fara eftir ljósi kirkjurinnar, eftir ljósið fólk Guðs, eftir ljósið Ísraelsliðið, og nú eru þjóðirnar að fara eftir okkar ljós og eftir kirkja Guðs, að því frá byrjunni voru þau með lög, og lögin þeirra voru mjög svipuð, að því í þeirra lög segja ríkisstjórnina, sá sem stelur fyrir í fangelsi, og í sumum þjóðum sá sem stelur það þarf að skera hann hendi, eða hann þarf að fara í dauðarefsing. En þar sjáum við þessi gildi og þessi grunnur frá þessum lögum sem að Guð gaf mannkyninu, sem að allir eru að fara eftir að einhverju leyti, og þau eru að fara eftir í ríkisstjórnum, í lögum og í reglunar. Og þó að fólk trúi ekki á Guð, og þó að fólk segi að Guð sé ekki til og þau trúi ekki á Guð, getur þessi manneskja ekki farið og drepið eða stólið eða nauðgað einhverjum, af því þau vita að það eru lög samkvæmt ríkisstjórnum sem að geta farið með í fangelsi eða refsað honum harkalega, jafnvel með dauðarefsingin eins og gerist á nokkrum stöðum. Og þetta, bræður og systur, er það sem við köllum að ganga í ljós kirkjurinnar. Að ganga í ljós kirkja Guðs, og það stóð að fólk, að þjóðirnar myndu ganga eftir ljós kirkja Guðs, og þau eru nú þegar að gera það, að gera hluti sem að Guð gerir, sem að Guð vill að þau gera, og þau reyna að herma hlutum eftir Guði og eftir andlegum anda, og þau þegar ég ekki Guð til, þau gera það, af því það á eftir að rætast orð Guðs, að mannkynið, að allir í mannkyninu eiga eftir að ganga í ljós Guðs. Og við munum þá sjá þetta svona eins og þetta var í fortíðina, að því við sjáum að fólk hefur ekki breyst, og það er engin þjóð þar sem að fólk getur gert það sem farið að stela eða drepið eða gert hvað sem á þess að fá einhvers konar refsingu. Það er ekki til land, þó það trúi ekki á Guð. Það er alltaf bannað, þessi hlutir er alltaf bannað, þannig að hvað haldið þið það, þessi gildi? Þannig að þau eru að fara eftir ljós kirkjurinnar eða þjóð Guðs, eftir það sem að Guð vildi, og þess vegna stendur hér. Því sjá konungarnir áttu með sér stefnu, héldu fram saman, óðara en þeir sáu, urðu þeir agndofa, skelfdust, flýðu.
Þannig að þeir voru að flýja frá andveru Guðs. Og það það sem gerist. Að fólk sem veit ekki, sem þekkir ekki Guð og vil ekki þekkja Guð, en eru með reglur og lög sem að banna þeim að gera allt sem þau vilja gera. En þegar þau hlusta Guð, að þá verður fólk andófa. En sá sem með opið hjarta fyrir hlutina frá Guði samþykkir þessa hluti, en sá sem ekki gerir fyrir að flýja og segir ekki tala við mig Guð, ég vil ekkert vita þetta. Og það það sem að þetta fólk myndi segja. Og á vers 7 eða 8 stendur, með austanvindinum brýtur þú Tarsís snörru. Og á þeim tíma voru þessi Tarsís snörru örugglega stærstu bátarnir sem að voru með mjög mikið af frakt, örugglega mjög mikið af efnum og hlutum. Þeir voru svo stórir að Guð, bara með vindi sem hann sendi, gat hann brotið þessu og hann gat sem sagt sökkvað þessum bátum. Þannig að það að segja til þess að, og stendur í vers 9, eins og við höfum heyrt, svo höfum við séð í borg Drottins hersveitanna, í borg vors Guð lætur hann að standa að eilífu. Og dyr sé Guði. Og Guð mun láta kirkjan standa að eilífu. Og þess vegna getum við ekki farið frá þessum hóp. Af því kirkjan segir Guð, er hópur, er sauðabyrgi. Það það sem að við erum sauðabyrgi og við erum eins og lömbin og Guð sú sem að leiðbeina okkar. Og við þurfum alltaf, Guð okkar sauðamaður og við erum sauðabyrgið og við getum ekki farið frá Guð því við viljum öðlast eilífa lífið og við viljum vera þennan fullkomna kirkja sem að Guð nefnir hér í Biblíuna og við viljum vera hans kirkja og hann segir að þessi kirkja mun standa að eilífu og þess vegna viljum við þakka Guði fyrir allar þessar blessanir. Takk Guð fyrir að hafa gefið okkur þekkingu, að þekkja sitt orð, fyrir að hafa kallað okkur, fyrir að hafa valið okkur og núna að styðja okkur stórkostlega, hann að vernda okkur, hann að lofa okkur hlutum og hann að standa við okkur. Og það okkar forréttindi að vera trúendur Guðs og það okkar stolt að vera hlutur, að vera meðlimur að kirkju Guðs og vers 10 stendur. Eins og nafni Guð, svo hljómi lofgjörð þín til endimarka jarðar, hægri hönd þín full réttlætis. Guð, við ígrundum elsku þína inn í musteri þínu. Þannig að hönd Guðs full af miskunn og réttlæti og kærleiku og miskunn og fyrirgefningar. Og þökk sé Guði að við erum hér að þekkja hans vegir sem eru stórkostleg. Og vers 12. Síðan fjall gleðst, þannig að kirkjan gleðst. Júdadætur fagna vegna dóma þína. Júdadætur kirkjan sjálf. Þannig nema að hér stendur Síon fjall og svo segir það Júdadætur. En það verið að tala kirkja Guðs að því að Guð sjálfur valdi Júda liðið og Jerúsalem sérstaklega til þess að vera hans lið, til þess að vera kirkjan og hann valdi ættbálkinn í Júda og hann var að horfa þau til þess að vera sem sagt grunnur kirkjarinnar, grunnur kirkju Jesú Krist af því að frá ættbálkinum Júda kom Jesú Kristur og þess vegna sagt að það sé grunnurinn og þökk sé Guði og hversu fallegt að tilheyra okkar Guði, hversu fallegt að tilheyra þessari kirkju Guðs, hversu fallegt að við erum Júdadætur í andlegu tákn. Dyr sé Guði og það stendur kringið Síón
gangið umhverfis hana, teljiði turna hennar. Þannig að Guð að lýsa, hann að lýsa kirkjan eins og bygging, eins og kastali. Af því hann að segja, teljiði turna hennar. Þannig að það fyrir okkar ímynd að gera, en fyrir huga hans Guð kirkjan sem sagt kastali. Kastali, en það byggt af menn, sem sagt kvenmenn og karlmenn sem með opin hjarta fyrir Guð. Og við förum í næsta vers. Hyggið á múrgirðin hennar, skoðið hallir hennar, til þess að þér getið sagt komandi kynslóð. Og stendur, hyggið að múrgirðin hennar, skoðið hallir hennar, til þess að þér getið sagt komandi kynslóð. Hvað getum við sagt þessi múrgirðing eða hallir? Til þess að segja komandi kynslóð. Jesú Kristur í hans kirkju, í hans sofnuður, reis upp spámenn, postula og predikararnir, prestarnir og kennarar til þess að fullkomna heilögu sálirnar, til þess að fullkomna kirkjan sjálf fyrir Guð að geta gert sig opinbera með andlegum gjöfum svo að heilagur andi geti ríkið yfir kirkjan og hann sá sem að kennir, sem að leiðbeinir, sem að ríkir hér, sem að leiðir okkur, sem að leiðréttir okkur, andi hans Guðs og það það sem við að fara að segja komandi kynslóðirnar. Við að fara að segja komandi kynslóðirnar að Guð gerir sig opinbera, að Guð talar í gegnum spáminn og að Guð að ríkja og Guð að lofa okkur mjög mikið að undruðum hlutum og þegar óvinurinn kemur og hótar okkur og segir að hann sé að fara að gera slæma hluti, að Guð talar við okkur og hann leiðbeinir okkur í gegnum heilögum anda og hann þar og það það sem við eigum eftir að segja við komandi kynslóðirnar. Undranir og kraftaverkin sem að Guð gerir í hans kirkja í okkar líf, það það sem að við að fara að segja við komandi kynslóðirnar, svo að þau geti líka haldið áfram að leita að sömu hlutin á við og eiga sömu hlutin á við sem að við eigum í okkar kirkja, í okkar söfnuður og að þau geta líka sagt komandi kynslóðirnar sem svo framvegis þangað til að Jesú Kristur kemur aftur í skýjunum og náði okkur sem kirkja og þér sé Guði og við viljum að Guð leyfir þessar óskir í okkar hjarta að rætast og þessi hugsanir að rætast. Þannig að stendur svo í vers 15 að slíkur sé drottinn Guð vor aldur og ævi mun hann leiða oss. Hann leiðbeinir okkur, jafnvel meira frá eftir dauðan þannig að eilífa lífið til. Það til lífið eftir dauðan. Fyrir fólk sem að spyr, það mjög mikið af fólki sem spyr og hvað gerist eftir dauðin? Ætli það sé satt að eftir dauðan líf, annað heimur, hvað ætli sé þar? Eða verðum við eins og sofandi og finnum ekki fyrir neinu og við bara hættum að vera til? Nei, eftir dauðin líf og Guð mun leiðbeina okkur þar því það annað heimur, það annað líf eftir dauðan og það betra líf. Betra líf fyrir þau sem að búa og leita að Guði, fyrir þau sem að hafa leitast að Guði, sem að hafa labbað með Guði, til sig okkar Guð. Og við þurfum að vera að halda í hönd hans Guðs og við viljum gefa honum dyrðina og heiðurinn fyrir hans miskunn, fyrir hans kærleika og fyrir þennan orð, fyrir þennan fallega lesning. Takk, við viljum þakka Guð og nú ætlum við að syngja kór til þess að ljúka þessu í dag þó að bróðurinn vill að ég syngi kór. Hvað sem fyrir að segja, ég veit að þú hér og Guð, ég veit að þú hér. Ég að syngja það. Señor.
Señor. Gloria a nuestro Dios. Bueno. Og dýr sé okkar Guð, dýr sé okkar Guð. Jæja. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Y yo creo que ustedes están felices también, así como yo lo estoy. ¡Qué alegría, qué felicidad! Bueno, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y será hasta quizá la otra vez que venga aquí también sea para hacer algún estudio bíblico. Yo los invito, no se preocupen. Dios les bendiga, muchas gracias, muchas gracias. Kannski bara næsta skipti sem að ég kem og ég vona að það sé líka til þess að halda upp á biblíukennslu. Ég skal bjóða ykkur öllu. Guð blessi ykkur öll og takk fyrir.